Norðurslóð, þetta héraðsfréttablað ykkar Svartdæla. Hvað geturðu sagt mér sögu þessa blaðs? Já, fyrst bara getur þess að Norðurslóð líklega elsta héraðsfréttablað sem enn starfandi á landinu og það nú alveg að nálgast að vera fertugt. Það var stofnað í október 1977 og að því stóðu 3 menn hér á svæðinu, faðir minn Hjörtur Þórarinsson og Tjörn og Jóhann Antonsson og Óttar Proppe sem bjuggu þá á Dalvík og Jóhann býr reyndar ennþá á Dalvík. Og móðir mín Sigríður Hafstad hefur nú verið starfsmaður, var frá upphafi starfsmaður, auglýsingastjóri og svo fékk ég þetta svona í föðurarf þegar framliðu stundir og hef setið uppi með það síðan. Já. Og svæðið sem heyrir undir blaðið, það bara Svarfaðardalurinn? Já, sko, í blaðið frá upphafi hétta Norðurslóð og svona undirtitill Svarfdalsbyggð og bær og það var nú svona statement í því sko að Dalvík væri svarfdalskur bær og það svona við lítum þannig á það hér að Dalvík í Svarfaðardal og þar að leiðandi hluti af hinni svarfdalsku byggð. Síðan hafa reyndar veður skipast þannig að nú Árskógsströnd orðin hluti af Dalvíkur byggð og hefur verið stofnað nýtt sveitarfélag og þá heyrir Árskógsströnd, Dalvík og Svarfaðardalur, altså Dalvíkur byggð undir sem svona umfjöllunar svæði Norðurslóðar. Og blaðið kom fyrst út 77 og hefur það komið út mánaðarlega síðan, eða hversu oft kemur það út? Já, það kemur út mánaðarlega og hefur gert það. Fyrstu árin þá var svona sumarfrí, í heyskapnum þá var svona tekið frí í júní, júlí og ágúst og meðan það var, en það hefur nú ekki gerst dálítið lengi, núna kemur það út mánaðarlega og hefur gert algjörlega óslitið frá upphafi. Og eitthvað svona yfirlýst markmið með útgáfu blaðsins? Já, sko í upphafi þá var sett svona ákveðin markmið að þjóna þessu svæði fréttalega og íbúum þess og ekki síður að vera einhvers konar sagnfræðirit, fjalla sögu byggðarinnar og svona staðfræðilegt rit og það kannski sérstæða blaðsins kannski liggur í því að það jú fréttablað en svona mánaðarlegt rit getur nú varla verið gott fréttablað eingöngu en í hina röndina það síðan mjög svona eindregið sagnfræðilegt blað. Við fjöllum byggðasöguna, núna til dæmis eru greinar sem svona framhaldsgreinar. Gestur Nokkur Guðmundsson sem fæddist hérna í Gullbringu að rifja upp æsku ár sín í Gullbringu, mjög skemmtilega greinar og svona, já, við erum dálítið í fortíðinni sem mér finnst við vera dálítið gamaldags en það í raun og veru mjög yfirlýst og eindregin stefna okkar að vera mjög íhaldssöm. Þetta að koma út mánaðarlega, það skiptir máli vegna þess að helmingur kaupendablaðsins eru brottfluttir svarfdælingar, fólk frá Dalvík og Svarfaðardal sem flutt til Reykjavíkur og vill gjarnan fylgjast með og segjum stundum að Norðurslóð sé svona sendibréf að heiman mánaðarlegt og þannig líta líka lesendur blaðsins á það að þau vilja fá sína Norðurslóð en vilja ekkert endilega fá hana sko mjög oft, heldur bara svona reglulega. Þannig að við höfum vissulega íhugað að vera betra fréttablað og koma út oftar en bæði það að þá breytist eðli blaðsins og ég ekkert viss að lesendur nenni að fá það vikulega og hitt líka að maður að lifa af einhverju og maður getur ekki verið að gefa út blað alla daga. Maður þarf líka að hafa einhverja vinnu. Þannig að þetta er bara afmarkaður tími í mánuði. En Svarfdælingar hljóta að hafa
tölvara skoðun á því hvað birtist þarna þá, eða hvað? Já, sjálfsagt. Sko, það kemur kannski frekast í ljósi ef það birtist ekki, sko. Já. Hvað með vilja birtist. Já. Það eru svona reglulegir þættir sem hafa verið frá upphafi eins og til dæmis eitt sem heitir tímamót. Það eru sagt frá öllum giftingum og skírnum og andlátum og afmælum. Ef fólk eru orðið 70 og á stórafmæli þá er sagt frá því. Og verða nú stundum slys reyndar. Ég til dæmis fagnaði afmæli mann sem var látinn daginn og það var frekar að geta komið fyrir þannig slys en yfirleitt þá er þetta sem sagt svona hinni föstu liðir og fólk vill það er mjög svona þakklát þjónusta að fólk frétti hvað börnin heita og hver eignast börn og hver giftast og sérstaklega þeir sem eru brottfluttir þeir eru mjög þakkláttur fyrir það. Og er fólk duglegt að koma upplýsingum til þín og upplýsingum á framfæri? Eða ferðu hér allt og leitar efni? Já, það er nú þannig. Ég þarf alveg að grafa eftir efni og draga það út með töngum. Nei, það er nú bara eðlið svona útgáfu, sko, að þeir sem að henni standa þurfa bara að standa að henni, vinna vinnuna sína. Já. Lendur einhvern tímann í því að þú getur ekki fyllt blaðið? Nei. Sko, það kemur nú ekki fyrir að ég get ekki fyllt það og spurning hvað það er merkilegt. Það er ekki þannig að það fyllist á auglýsingum. Það er mjög erfiður markaður, sérstaklega á Eyjafjarðarsvæðinu, þar sem eru auglýsingablöð sem koma út og hér er það allt sem auglýst er. Já. Þannig að N4 Skamm. Þess vegna er þetta áskriftarblað og fólk þarf að borga áskrift og þannig stendur það undir sér. Og það er nú ekki, þetta er ekki þykkt blað, sko, en mér finnst alltaf eins og, sko, ég sé í rauninni bara að skrifa einn kafla í svona sögu Svarfaðardals, Dalvíkur, Ásgúrsstrandar. Í hvert skipti sem að ég hef lokið blaði, þetta gerist mánaðarlega, ég man þegar ég var að vinna hérna sem kennari þá var ég gjarnan mjög svona ósofinn einu sinni í mánuði í kennslu og þá var kallað að það var þetta mánaðarlega hjá mér og það heitir það og þá var ég svona úrillur svolítið og ósofinn einu sinni í mánuði. Og það var þá þegar blaðið var að koma út? Það var þegar blaðið er að koma út. Akkurat. En það er íhaldsamt blaðið, er það pólitískt? Já, sko, það er náttúrulega, það er óháð, pólitískt óháð blað og yfirleitt ekkert pólitískt í þeim skilningi að það reki einhverja pólitíska stefnu. Nei. En við reynum að vera frekar jákvæð, ég segi alltaf við, sko, því það er auðvitað, en í raun og veru er þetta bara ég sem skrifa blaðið. Kemur betur út, segja við. Og það er svona, það er kannski hinn svona pólitíska stefna að vera jákvæður gagnvart því sem gert er á svæðinu. Það er ekki mikið að elta ólar við það sem að miður fer. En blaðið er að verða fertugt. Þetta er kannski sérstæða blaðsins að vera orðið þetta gamalt eða hvað? Já, ég býst við því að það sé nú leitun á svona gömlum héraðsfréttablöðum. Þau voru á tímabili, það voru héraðsfréttablöð út allt en þau einhvern veginn hafa týnt tölunni og eru ekkert orðin mörg eftir. Og hvað sem, það er náttúrulega bara mjög erfitt að, sko, ef ég væri að hugsa að hafa ímjöga á með blaðaútgáfu, þá er þetta blað náttúrulega löngu búið að leggja upp laupana. Sko. Já, það er engar svoleiðis tekjur af þessu. Nei, það er ekki þannig tekjur. En það stendur alveg undir sér og það er kannski... Og skiptir fólk máli? Já, vonandi skiptir það fólk máli. Og það gerir það alveg, sko. Og það er kannski frekar það sem drífur ykkur áfram í að halda þessu gangandi, frekar en eitthvað annað? Já, tvímælalaust, sko. Það verður bara svo mikil ábyrgðar hluti að fara að hætta einhvern veginn. Og það er svona, maður sér það, sko, þegar maður horfir
eftir tíman að þetta er alveg gríðarlega mikil heimild. Já. Og ekki bara sko þessi 40 ár, heldur miklu fremur sko síðustu 200 ár sko að því að blaðið hefur haft þessa stefnu að varðveita og sinna sögu þessa byggðarlags. Þannig að vilji maður kynnast sögunni þá Norðurslóð líklega einhver besta heimild sem völ á. Er eitthvað sem stendur upp úr, eitthvað eftirminnilegt? Þið eru náttúrulega búin að tala við ógrynni af fólki. Mér datt mér bara í hug sko að lesa fyrir því bara svona fyrsta tölublað Norðurslóðar 25. nóvember 1977 og þá er svona stefnu yfirlýsing hérna. Ég ætla nú ekki að lesa þetta allt saman sko. Í mjög stuttu máli má segja að megin tilgangurinn með útgáfu blaðsins sé sá að skapa vettvang fyrir umræður, skoðanaskipti, auglýsingar og fréttir hvað eina sem uppi er á teningnum í hinu svartdælsku byggðarlagi og nágrenni þess á líðandi stundu. Sú er von okkar að regluleg útkoma slíks héraðsblaðs geti stuðlað að almannaheill, byggðarlagið verði menningarlegra og skemmtilegri staður fyrir þá sem hér búa og að hinir sem brott eru fluttir en eiga rætur sínar hér eigi auðveldara með að fylgjast með gangi mála og halda lifandi tengslum við heimabyggðina. Og þetta held ég að sé bara sko blaðinu hafi tekist sko, þessi 40 ár. Þetta er nákvæmlega það sem að blaðið gaf sig út fyrir að vera og þið fylgið þessu í raun ennþá? Við fylgjum þessu, já. Ég get ekki betur skilið. Ég ætla að lesa aðra grein af því að þetta er greinilega fyrsta blaðið sem ég hef ritstýrt og ég hef skrifað þetta er svona fyrsta fréttin frá því ég var ritstjóri. Ég náttúrulega var búinn að skrifa bara svona sem óbreyttur sonur ritstjórans fram að því. En hérna er ég orðinn ritstjóri og ég ætla að lesa hér frétt á forsíðu mjög mikla leysingar og vetrarflóð árið 1992. Þá gerðist það af brú sem hét Skakkabakkabrúin sem bara flaut upp, hvarf eða hefur ekki verið endurbyggð síðan, merk brú. Eitt af þessum gamlu mannvirkjum sem eru nú horfin. Já. Og svo endar fréttin hér á fiskisögu. Og ég ætla bara að lesa hana og önnur furðusaga afleiðingar flóðana. Bæjarlækurinn í Syðra-Garðshorni bólnaði upp eins og aðrir lækir, flæddi yfir bakka sína, yfir tún og móa og streymdi beggja megin bæjarins á tímabili. En þegar látunum lindi gaf heldur betur á að líta, ekki einungis var grjót og aur út allar þorpagrundir, heldur lágu þar silungar, nánar tiltekið litlir urriðar eins og hráviði hér og þar. Þetta er að sjálfsögðu mikil búbót á þorranum. Urriðarnir munu hafa brotist gegn straumnum upp Svarfaðardalsá, sveigt þaðan upp í Garðshólslækinn og öslað upp brattan á móti beljandi straumnum, þar til yfir lauk. Og svo kemur loka hnykkur, en enginn þeirra lifði til frásagnar það hver tilgangurinn var með þessu feigðarflani. Líklega hefur verið komin í þá einhvers konar ótímabær vorfiðringur. Þannig hefur verið að reyna að vera svolítið fyndinn og tekist það ágætlega til. En þetta er allt satt? Já, þetta er allt satt, sko. Það er allt satt sem stendur í blaðinu. Já, það er einn sérstæða blaðsins.